Góðan daginn. Ég ætla aðeins að fara í Google Chrome með ykkur núna og það sem hægt að gera í Google. Þið getið ekkert gert eða notað af því sem í boði á Google nema eiga Gmail. Jú, þið getið notað YouTube, náttúrulega til að horfa á hana, en við viljið til dæmis eiga ykkar eigin myndbönd og þá þurfum við að vera með aðgang. Og til að stofna Gmail þá hægt að velja hérna uppi Gmail eða það hægt að smella hérna á, sjáu þið hérna punktana hérna í horninu, efst upp í hægra horninu. Ég smella þetta og þá get ég valið hér Gmail og þá býður hún upp á að maður geti búið til sína eigin Gmail adressu og ég ætla ekki að fara í það núna vegna þess að ég komið svo margar að ég get eiginlega ekki staði að vera að búa til enn eina nýja. En ég fer bara tilbaka og ég á Gmail. Þannig að ég get notað núna það sem í boði hérna og það sem í boði til dæmis það sem maður notar. Það YouTube, ef þið ætla að taka upp eitthvað myndbönd og setja inn og þá myndu þið smella á YouTube. Það Gmailið sem netfangið og það eru nokkrir, ég veit ekki hvort það einhver enn með Hotmail aðganga, en þeir eru yfirleitt, það litið pínlítið niður á það, vegna þess að Hotmail eitthvað sem var ókeypis fyrir ótrúlega mörgum árum og það þykir bara dálítið gamaldags. Ef fólk með Hotmail, það þykir það eiginlega svona samansmerki að maður kunni ekki á tölvur. Þetta svona smá fordómar, en þeir eru þarna til staðar. Þannig að þeir sem eru með Gmail, það yfirleitt haldið þá, ok, þessi kann eitthvað. Þið getið notað dagatalið, sett inn í það eins og þið viljið. Þið getið notað Photos, þið eru með upp að 15 megabæt minni mig endilega, sem maður með ókeypis, sem maður getur raðað hérna á og þannig að það ekki fyrir maður að koma mikið fleiri myndir sem maður þarf að fara að kaupa sér auka pláss. Og síðan það það sem heitir More. Og inn í More, að þar erum við með skjöl, Word-skjöl, eins og þið hafa verið að vinna. Og þar ef maður að fara að blogga eða vesenast eitthvað, Hangout hérna bara social forrit, samskiptaforrit. Og ég ætla að opna Docs. Og þá sjáu þið, þá biður hún strax að ég bóki mig eða loggi mig inn. Og ég ætla bara að gera það, ég ætla að nota hérna eitt gamalt sem ég með. Annar myndir @gmail.com og næst og svo þarf ég náttúrulega að setja hérna password og hérna þá kemur þetta upp að því ég var búin að segja að vildi fara inn í Docs, já það kemur hérna uppi strikin 3 hérna til hliðar. Þar main menuið, það sem hægt að gera. Ef ég smella á það, þá sé ég get valið hérna eins og Word-skjöl, Excel-skjöl, PowerPoint og svo Forms. Forms eru til dæmis gott að nota ef þið eru að fara að búa til hérna, ætla að gera eitthvað könnun, þá getur við nota Forms. Mjög einfalt að setja þau upp og ég hef kennt það í öðrum kúrsum sem ég hef verið í og ég láti fólk gera svona litla kannanir og þið fáið svörin tilbaka á Excel-formi. Gallinn við að nota þetta hérna, ókeypis dæmi og ég held að það eigi líka við í hérna ef maður notar Office 365 að þetta ekki fullar útgáfur af forriti, þannig að þið getið aldrei gert eins mikið eins og þið getið gert í öðrum forritum. En þið getið samt gert nóg. Ef ég til dæmis opna núna hérna eitt hérna forrit, eitt skjal segi ég ætla bara að opna og búa til hérna autt Word-skjal, þá sjáu þið hérna uppi að hér nákvæmlega það sem þið hafa verið að vinna með. Þetta hérna textinn, hvað textagerð, hvað textastærð, það feitletrun, skáletrun, undirstrikun og liturinn. Og ef maður ætlar að setja highlight á þetta, ef maður ætlar að búa til tengil eða link, ef maður vil setja myndir inn í skjalið og ef maður ætlar að búa til komment, það til dæmis ef það eru 2 og 2 að vinna saman og hér hérna hvernig maður ætlar hvort maður ætlar að hafa þetta hægri miðja, vinstri miðja eða hvernig sem Hér það línubilið,
hægt að hafa þetta bullets eða númerað og svo eindregið hérna. Ef maður ætlar hins vegar að gera eitthvað flókið, eins og til dæmis ef þið ætlaði að fara að setja upp hérna heimildaskrána sem að við fórum í Word-dótinu þarna alveg undir að síðast, þá vildi ég að þið gerðu, ég vildi að þið gerðu það ákveðin hátt, að þið eru með hana hangandi og eitthvað bla bla bla. Málið að þið getið ekki gert það hér, eða ég hef allavega ekki fundið leið til þess, þannig að þegar ég hef verið að vinna í svona skjölum með öðrum, þá hef ég bara unnið skjalið hér, svo færum við það yfir í Word og einhver einn tekur að sér að ganga frá fráganginu, loka fráganginum á skjalinu. Og hérna, jafnvel sendir það þá bara á e-mail eða eitthvað til hinna þegar það er búið til þess að spyrja hvort að fólk vilji hérna sætta sig við það svona. Eða bara setur það aftur hérna inn. Ég held maður geti gert það aftur þegar maður er búin að setja allt ótið sem maður vill hafa. Þannig að maður bara vinnur í skjalinu hér, til dæmis að ég myndi vinna hérna, alveg hérna, fullt hérna. Og svo vil ég að það sé einhverju fleiri sem vinna með mér. Nú er þetta bara ég. En hér er ég með, hérna, get ég sendt, ég þarf að vera búin að skýra það. Látum það bara heita þetta, skiptir ekki máli. Síðan þarf ég að setja hér inn e-mailadressuna og senda. Og þetta verður að vera gmail-adressa, því annars kemst fólk ekki inn. Þess vegna er því ég segi við ykkur, þið verðið að skrá ykkur með Gmail til að geta nota þetta. Ef ykkur á Gmail-adressu við þá prófum við þetta núna á eftir. Ég ætla bara að sýna ykkur þetta hérna. Ef ég vil gera ykkur annars konar skjöl heldur en þetta hérna, þá fer ég aftur tilbaka og fer í main menuið og ég opna Sheets, bara til þess að leyfa ykkur að sjá að þetta lítur út nákvæmlega eins og hérna Excel, bara einföld útgáfa af Excel. Og í mörgum tilfellum er þetta nóg. Mörgum tilfellum er maður ekkert að gera neitt flóknara heldur en það sem er í boði hér. Og kosturum við þetta er náttúrulega alltaf, maður getur verið að vinna á mörgum stöðum á landinu, sem er náttúrulega alveg gjörsamlega brilljant. Og það eru hérna slides sem er það PowerPointið, en eins og áður, eins og ég var að segja áður, að það er ákveðin galli með að það er ekki hægt að gera hvað sem er. En þetta virkar samt eins, hérna setja ég býi hérna til fleiri glærur, hérna er ég með titilglæruna, næsta glæra, hana vil ég hafa svona, eða kannski svona. Þannig að í mörgum tilfellum er þetta nóg. Það er bara svona tilfelli þar sem þeir setja hlutinu upp á mjög ákveðin hátt eins og heimildaskrána annað sem þau myndu þurfa að færa það yfir í annað forrit. Og við skulum prófa á eftir að setja hérna, að prófa að vinna í svona skjali. Ég ætla kannski bara að stilast til að opna hérna eitthvað skjal fyrir ykkur hjá mér sem ég hef verið að vinna í með öðrum þegar ég var í náminu í fyrra. Því ég er alltaf svo hryllilega upptekinn að ég get aldrei hitt neina. Þannig að hér vorum við til dæmis með klípusögur 24. janúar og þá setjum við það inn hér og við vorum að vinna þetta mörg saman. Það sést ekki lengur, já, ég er búin að taka það út. Ok, það get ég ekki sýnt það og bara fer ég tilbaka og gá hvort ég finna eitthvað annað skjal sem að myndi virka betur. Það getur vel verið að það sé, bíddu nú við, að prófa þessa stýrðu umræðu hérna, hvort að það sé eitthvað sem að við getum fyrirgefið. Sko, hér erum við, já, nei, það er dottið út af því ég var búin að henda öllum út af því við erum ekkert að vinna þetta lengur saman, sko. En það sem við gátum gert er að það kemur alltaf upp hver er að vinna í verkefninu og við þurfum eiginlega bara að prófa það á eftir að fikta aðeins í þessu. Þannig ég ætla bara að hætta hér